Velkomi! Þetta var frábært hjá þér Jói, ótrúlega gaman að fá þig. Takk. Fannst þér gaman? Ógeðslega gaman, já. Þið heyrðu það fyrst hér. Þetta var ógeðslega gaman. Það var gaman í podcastinu hjá okkur. Jepsi, Já, ég hló ógeðslega mikið í byrjun þegar þetta var að byrja, heyrðu það ekki? Mann, í miðjunni var ég bara ha 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 ha. Góð tími. Og í lokin, classic. Já. Ha 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 ha. Samanlega. Ég felldi tár þegar þú fórst að tala um hana að þú varst að vinna úr meðferð og það allt. Damn, já það var óþægilegt. Við þurfum að taka 2 pásur í podcastinu. Dóri var bara emja káttri. Hann nýtti mæknum frá hérna, heyrðist í hann. Og hann var eitthvað gríp í peysuna hérna. Hóðuleika á því. Svo mikið hóra peysuna. Sverri með það. Sérst á YouTube. Já. Ég get fara á YouTube. Þetta var ekkert eðla tense. En ég skil hérna, þetta er heartbreaking saga. En, eins og maður býst við, síðan bara vannstu upp á toppin. Nákvæmlega. Slaving away. Chipmunk style. Rise of the Phoenix. Rise of the Phoenix. Damn straight. Þessi þáttur er í boði dating apps. Sem að kannski ákveðin aðalega ætti að fara að kynna sér. Já. Kannski hefur hann kynnt sér hann og þegar. Hvernig verður það? Við erum að tala um fræga og frumkvöðla appið Smitten. Já. Það er alveg snild, hef ég heyrt. Það ekki? Herru, þú er nú að næla þér eitt stykki Smitten. Já. Já, takk sem það. Gera eftir sko, þú verður að græja þér enn jólaskvís. Það er ekkert smá mikil pressa. Það fer að styttast í það að fá hennan auka pakka. Já, færðu auka pakkan, já eða nei? Það er bara að fara í jólaskvís. Já, en þú þurft líka að dæla út ennum jólapakka. Það veistu hvað það er gjöf að gefa? Það er gjöf að gefa. Þú getur verið með svona spurningar. Þú getur verið með einu spurningu. Er ég frægur spurningmerki? Það er nett. Já. Það er ekki alveg nett. Og ef við gerir nei, þá raflast í síman. Þetta er nettu feature sem við erum búin að bæta við. Ef þú svarar vitlaust í Smitten, þá farið raflast. Síminn buzzar. Getur líka, finnst þér ég heitir hann Króli? Já, það er góð spurning. Það er smá dealbreaker. Það er dealbreaker. Þú, hvað heitar þið? Jói P.A. Króli? Hver er komið í podcastið okkar? Ég. Obviously. Facts. Obviously þarf ekki að spyrja Króla eins og heitur. Ekki Jói, chilla Jói, ekki, láta vera, hann var að jóka Jói. Anyways. Jói notar bara his mental powers to harm others. Hann myndi aldrei resort to violence. Dóri það bara býft að næstu plötu. Hvað sér þið? Dóri það bara býft að næstu plötu fyrir The Burn. Já, maður sé einhvern Kelly style. Ég er vanið því eitthvað fólk segja að rakka mig niður plötum. Við í sektarsjónum í Stjörnunni við erum að taka ykkur jólamynd. Ég er að redda sponsi. Vil ég sponsa Styrkasti? Já. Heyrðu! Það er ekki dæla sniðut. Það kostar 500 skall. Þurfum við að borga? Já, til að 5 skall. Hvað helst að þeir sponsa okkur? Logoið ykkar verður Já, kemur logo okkar. Já, á myndinni, liðsmyndinni. Já, það er mjög að gera. Þetta er selt. Við erum með logo. Þetta er selt. Við erum með logo. Við erum með logo. Þetta er selt. Það er grafískur hönnur sem gerir logo okkar. Gekki mynd. Það kostar 1000 miljón? Bókstaflega, við að setja okkur í stór mínusmör. Damn, hvað lengi vinna okkur upp úr því maður. Við splittum þessu. En bara 1,5 ár eftir. Það vinna okkur upp úr þessi mínus. Já, það er rétt. Þetta er selt. Og við borgum þetta upp hægt rólega. Við þurfum bara að muna klipp út á miðjuna í þættinum. En þegar Jói og Dóri fara að tala um eitthvað gjá, eitthvað öskra og eitthvað tens En loksins þá er komið að líka hinum sponsorum okkar sem er Nei, það er minnskila. Það er ekki komið á honum. Það er ekki komið á honum. Heyri, þetta er virkilega góð þáttur mín mandi. Já. Ég ætla að byrja, oh my god, af hverju erum við svona tregir? Að grípa fram í þurft að reyna að klára eitthvað. Ég bara veit það ekki. Ég bara veit það ekki. Ok, ég ætla að segja hérna með að síminn víbrindi þegar þú farið vitlaust. Já, ströym. Ég sá í einni senu, einu dót sem við erum að horfa á gæjan, símann fara að hringja og nota símann sem sko titra. Hvað meina? Bara hugmynd fyrir Smitten. Já. Svona eitthvað svona kynlífstæki. sem fítus, já, eitthvað svona. Bara meðan síminn var að hringja? Já, hann var að hringja og var eitthvað að vera aðeins að nota. Þetta fannst þú að horfa mynd? Ég vil bara, ok, sorry, ég var að horfa þætti. Sorry, því að það var sem ég er að gera. Það er meira savage, það er meira weird. Það er meira weird. Þætti, seria, mjög góð og bressis. Já, geggja. Seria 3. Ég er á því að þetta sé mjög góð þáttur. Og ekki gleyma að fara að sjá nýju Spider-Man sem er komið í núna. Það er rétt.
fucking miljón krónur sem það okkur í það að segja þetta Stocks, Spiderman Stocks Anyways, takk fyrir okkur velkomin að hlusta þáttinn Við erum í bandi Live á 1000 Kilo Radio. Það 1000 Kilo Studio. Fuck þessi. Ég ætla að segja live. Þeir hlusta á 1000 Kilo Radio í 1000 Kilo Studio. Við erum í gest með okkur í dag og það hann Jói P. Jói P, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Ég verði að spyrja fyrst spurninguna. Alltaf kallaði Jói P. Já. Ef ég hitti og sagt Jói. Svar ekki. Instagram. Sé nafnið. Jói P. Hvað fullt nafn? Jói P. Hvað heitir þú fullt nafni? Jói P. Patriksson. Damn, respect. Patriksson. I like your style. Big fan. Okay, I like it. Okay, en líka, sorry, ég er að byrja á grunnunum og síðan vinnum við okkur svona upp í spurningum. Jói, þú ert frægur tónlistarmaður, frægur rappari. Einhvers staðar byrjaði ferillinn og ég heyri orðróm að ferillinn hafi byrjað í beatboxinu. Já, það Er passar. ekki fakt það? Já, þetta fakt. Þú byrjaði að beatboxa? Byrjaði að beatboxa. Þú þá að beatboxa? Já. Hvað, þú veist, ef maður ætlar að fá Jói P á gig, single gig, beatbox gig, getur sagt upphæð? Hægt að bóka það? Það kostar auðvitað beatboxið, sko. Ég get ímynda mér, því það wild, það M&M style, allir með hendunir upp í loft, fucking crazy. Legit spurning, gæturu, þú veist, ég myndi segja bara, ég myndi vera hérna með Glock 9, eða til? Veit það ekki. Ég horfði á Dóra og þú verður að beatboxa for your life right now. Þú veist, gæturu að hendi decent beatbox. Ég myndi örugglega að reyna það allavega. Það var ekki spurningin. Nei. Já, ég get það. Ég er geggjaður. Já, hella. I like that, sko. Getur þú gert, þú veist, þú ert að gera 2 hljóð í einu. 2 hljóð í einu? Það svona, þú veist, það kannski svona melodía og eins og Michael Jackson. Bara eitthvað svona Ég veit hvað þú talar já, ég get það. Með svona nefhljóð á sama tíma út með eitthvað kókljóð í gangi. Ok. Getur þú gert 2 hljóð einu er eitt svona finnast spurning. Nei, það svona level ég skilði, sko. Nei, level 1 að geta gert gott svona hafði ekki séð þetta svona bassahljóð. Hafði ekki séð svona one day of beatboxing. Já. Já, mitt. Ég lærði það með one week. Ég lærði þetta í Þýskalandi, ég bjóð þar 2010, mér leittist það ótrúlega mikið þannig að ég fór að dunda mér eitthvað, fann það á YouTube og það sko Böse Katze, það þýðir vondur köttur og ég lærði þetta þannig Böse Katze Sick. Þið lítur að hafa bara, það var ekkert betra að gera. Já, það var ekkert mikið að gera sko. Ég var alltaf að beatboxa, ég var lítið að reyna að beatboxa sko. Já, voru ekki allir að reyna þetta einhvern tímann? Jú, það enda þegar þú segir það, ég reynda alveg en deep dive Ég spilaði skilur á, ég fór í hæfileikakeppni Íslands. Og varstu með Beatbox? Já, komst áfram þar. Nei, hvenær var hæfileikakeppni Íslands? Þetta var að skjá einum einhvern tímann. Hver var að dæma þetta, mástu það? Það var örugglega bara Bubbi og Sóli Hólm var minni mig. Sóli Hólm. Svo var Jón Jónsson einhvern tímann, hann var örugglega ekki hann. Þú veist bara full on efnilegur beatboxer. Já, nefnilega. Ég fekk rosa dellu fyrir þessu sko. Já, hann bara beatboxi. Ég sá fyrir mig þig bara framan fjórðabekk bara eitthvað upp á Já, ég var nefnilega Það var svolítið þannig sko. Damn. Kitty komst ekki áfram, hann sótt í alvöru. Fuck. Damn. Þar kynntist það mér sko. Þar sá hann mig fyrst. Sound og heitlæst. Já. Heyrði mig beatboxa. Hvað það sturla. Ég var bara að pæla, þú veist, en að núna hendi beatbox, það væri svolítið, þú veist, það basic? Mér finnst Lupon komin, ertu að meina að gera hann núna? Ég segi við verðum bara, núna gerðu beatbox, það væri bara svona, ok. Ég vil segja ekkert cool lengur. Nei, ég er að segja, þú veist. Ég er eiginlega á því að það er að fara að verða cool. Ég er að segja, þú þyrftir að vera bara svona, byrja strax, leið að vera svona nei, þá er það strax ef það kemur eitthvað build up, þá er það að vera þá er að vera, ok, vá, flott lendi mitt í því sko, fór í dagmál, heitir ekki þá þátturinn hjá mokkanum það sem hún situr í stól það sem hún situr í stól þú veist svona spes stól situr í stól, Kitty líka þar segir hún eitthvað svona, spyr hún hvort ég geti beatboxað eitthvað, ég beatboxað þetta og í staðan fyrir að vera eitthvað svona vandræðalegur og nei, ég er ekki þannig til það. Ég hendi það og það var ógeðslega fyndið. Já, ég elska það. Fyndið hvað stundum þú hama bara, þú veist, þú heldur þess ekki kjánlega með því að segja, nei, er það málega? 10 svona vera. Já, það er alltaf miklu að vera. Bara semi, bara just do it. Ekki að. Og ég byrja eitthvað svona að dansa með þetta og mér vant, sko. Þetta er lítið á þessu, þetta er gott, sko. Ég elska að hendi það.
Ok, þannig að við erum ekki surprised ef það kemur einhvern veginn lag það sem að það heyrst ekkert í þér syngja það heyrst bara eitthvað fucking crazy beat hvað er í gangi? Þetta er bara eitthvað crazy beat all tíman unknown fact, þetta er ekki sem Jói P. beatbox Hefur aldrei beatboxað lagi? Í lagi? Já Ég veit þetta er alveg svona kom eitthvað svona aukar hljóð eitthvað perka, eitthvað svona Er ekki hérna Timberland, hann er mikið að vinna hann er fucking mikið að prodúsa með cool sko Já, eitthvað svona Nákvæmlega Það eru held í fiðlur Nei, ég er að tala um að hann segir sjálfur Já, hann segir það en svo komst þið ég er frekar veist að maður séu fiðlur Nei, já, ég er að tala um, þú veist, ég er að tala um bara þannig að fólk hvað lag ég er að tala um Já, ég fatt Það er nú, ég er að tala um Ég hérna, það eru Timberlands fans sem fattu það Það væri samt fokkin eftir, myndi ekki lag sem var beatboxa það er beatið, svo rappar yfir beatbox, svo rappar spurningmarki Já, þetta er pæling Ég má ekki segja Jói Jú, auðvitað Ok, hérna ég ætla að segja já, núna þú labbar út þessu podcasti Control delete alla plötuna og byrja upp á nýtt byrja bara að beatboxa, búið til nýja plötu Já Þú ert að fara að lenda þessi dilemma Þú segir Control delete af því þú ert að vinna í nýri plötu, ekki? Já Er það unofficial, eða? Nei, já, ég er að vinna í plötu, það er rétt, já Hún kemur gljóta á næsta ári, einhvern tímann, hún er í vinslu núna Og hún mun heita Beatboxing is back Já Bitch Orðið nett aftur It never died Er þetta með your fellow partner in crime? Króla Er þetta solo það? Þetta er solo Þetta er solo Fyrsta soloplatan Og ertu svolítið að, þú veist, stíga fyrir það endur er þetta, þú veist, eitthvað nýtt eða er þetta rappið eða Þetta er alls konar Þú kannski alltaf að stíga eitthvað fyrir það Já, það er ekki alltaf að gera það Kannski bara að spoila Nei, alls ekki Ég er bara gaman að tala um Smá jazz í þessu Nei Þetta er bara ég sko, ég prodúsa öll lögin frá grunni þannig að þetta er svona Oh shit Hefurðu prodúsað mikið? Já Og kannski bara prodúsað lögin? Ég prodúsaði mjög mikið í miðjum Kjarnarvíkurvetri á alveg helming lagana þar sko Þar fyrst er ég svona prodúsa fyrir okkur Sigga eða mig En ég er búinn að vera að prodúsa í 6-7 ár eða eitthvað Þú ert núna í LHÍ, það ekki? Já Á hvað ári ertu? Ég er á öðru Og hvað heitir námið? Þetta er bara Þetta er nýmiðla, tónsmíðar nýmiðla Tónsmíðar nýmiðla, geggja Þannig að þú ert þá ekki að lita mikið á Dóra, ekki? Þú ert meira bara svona hlust á tónlist Já, samt Þú gefur engun eða eitthvað Já Þetta er gott lag Þetta er ekki gott lag Þetta er bara basically búið til playlist á Spotify Og skilind og kennan hlustur á hann Og reytar hann Já Basically Þinn er Eminem 50 Cent 50 Cent 2 Chainz Og Pitbull Þráum á Pitbull er enda getinn sko Ég get alltaf hlustað Pitbull Gali hvað Pitbull kemur fólki í gang sko Oft er það búin að spila eitthvað hella techno Í tíma Ég veit það ekki alveg Ég er búin að henda í Ok, þetta oft Þetta var techno remix Michael Jackson Henda allt inn í Pitbull Já Það verður svona meira svona eins og ég sé að fara að koma með fullt af skotum fyrir fólki Fólk verður meira svona það er gaman og í staðan fyrir að vera bara fuck grind Það verður bara svona Hendi Fireball Það er alveg Fireball Herru, hvað rás er ég hérna? Hvað meinar þau? Til þess að hægt og lækki þér? Ég er 3 allavega Þú ert brókir að Ég er 2, já Þú 2? Nei, það ekki Nei, það er allt annað held ég Halló Ég held að þú ert 4, ekki sko? Þetta er 4 Halló Ég er svo mikið ykkur fyrir ekkert mér sko Já, það er þá hérna hátalega Þessi gæði Svo En þá heyrir, já, ok Það ekki? Jú, bingo Bingo bongo Svo þú ert duglegur að fikta það fyrstu gaman enn hljóðbörn sko Mér finnst það ekki alls skemmtilegt Við erum þetta búin að ofnota Ég er búin að ofnota Ég er náttúrulega búin að nota hljóðin sko Ég hef alveg heyrt að fólki elski hljóðborði Já, ég er gaman aðeins sko Ég er náttúrulega hlustaði mjög mikið á ykkur Þið eru sko mest spilaða podcastið Spotify Rap Let's fucking go Shit, let's fucking go Við tökum hí Og hvað er nummer 2? Beint í bílinn Það er gott sko Það er ekki sko Það eru Sveppi og Pétur Blöð Og eitthi líka? Nei Hafið ekki hlustað á þetta? Jú, ég tók eitt þátt sem að einhver mældi Við tókum söguna Ég hef talað um þetta 2 svar í podcast Já, ég hef hlustað að tala um þetta Það er ógeðslega góð þáttur Þetta er ógeðslega góð þáttur Hlustaðu líka Þeir eru svo genuine 12. þáttur, minnum mig 12. þáttur, amazing episode Þessi þáttur er búin að fá svo mikið shoutout í þessu podcasti Þetta er iconic þáttur
Þið voru líka einu sem tala að fara í bíf eða eitthvað podcast. Já, það væri gott bíf. Sveppa og það, Pétur Jón Sveppa. Það væri gott bíf. Untouchable gæjar. Viltu hvað ég segja það? Jú, þeir eru frekar untouchable. En þú veist, þeir eru mjög opnir fyrir smá gríni. Já, þeir var alveg til í það sko. Þeir var alveg til í það. Já, ég held að myndi bara aldrei fara í fistfæti við okkur. Við varum bara SS, BOOM! Og við hittum að þeir eru allavega og segja hilarious sögur. Við erum bara eitthvað joke fyrir þeim held ég. Nei. Við þurfum Góðir, að vera joke fyrir þeim er actually a good thing. Þeir eru comedians. Já, þú veist, ef þið komið gott joke okkur. Já, það er bara pluss fyrir okkur. Þú veist ekki bara kilta bumbuna og þið gerir ekki neitt. Sem getur Jói hjálpaði okkur að gera eitthvað crazy ass bars til að rakka það niður. Oh my god, já, diss track. Hún feitur með bumbu. Damn, það er respekt. Það er crazy shit. Það er allt crazy að þetta er sagt í Sveppa. Þeir eru með dagskráliði sko, eru þeir ekki konum inn eina? Ekki fasta sko. Við byrjum með hellaðan dagskráli. Það var bara alveg... Ég er að reyna að bring it back sko, ég er með eitt liðað eftir. Já, en við... Það er alltaf opið bara. Allt ógeðslega opið. Þú getur sagt hvað sem er og we're gonna talk about it. We're gonna spin it. Ég get mixað eitthvað líka bara. Já, getur bara ítt að taka og fyrir að tala um eitthvað. En Eikael sendi á mig fyrir 3 dögum með eitthvað. Þið eru allt of shredded til að vera með podcast. Ég var spek. Eitthvað svona, ég veit ekki hvernig var það rósa eða ekki rósa. Senda hann aðra á Instagram. Já, DM. Fá hvað þið fyndið til að senda. Þið eru allt of shredded til að vera með podcast. Það er ekki það gott. En talandi spontan rapped, hérna hvað? Talandi spontan rapped. Já, ég hef verið svolítið mikið svona blurrað. Ég var að klára þjálfa sko. Og hérna þá var maður búinn að tala svo mikið. Fyrir þetta allt í eina kleinu. Ég vil sjá meiri spontan rapped styrkasti hérna taco í story. Það var ekki dæla mikið svona. Ég vil fá meira. Já, meira, let's fucking go. Ég hef þetta henda mínu inn. Já, hvað með það? Ég get gert það núna. Skrifa þið eru bestir og gera viku seinna. Þeir eru bestir. By the way, hlusti frekar þá en mig á Spotify. Já. Sleppa að deila mínu þarna sem ég deilur alltaf. Erum við óvinni þínir? Þú pælir í? Hvað sér Við fáum hlustanir á Spotify. Já, þetta er raun svona mjög tense. Á ég hlusta á tónlist eða á ég hlusta á podcast? Það er ekki alveg tónlist. Það er ekki Jópi. Það hvað sem margir spyrir sem Jópi dagur í dag. Ég hlusta Jópi. Það er bara það er gott. Everybody's been there sko. Eitt sem ég fór þetta með að því, sorry, menn þá the origin pælingunum. Þetta er the origin of Jópi. Svo kemur the growing up part of Jópi. Bödd að taka svona alvöru viðtal, ég elskar. Já, Jópi goes to handball. Jópi, the fall of Jópi. Það er stundar. Tímabilið, þegar bara allt í hafra. Phoenix Rises tímabilið ennþá betra. Já, það er hacks, það er klika. En Phoenix Rises. Bara, þú veist, það er svona þið Litla hraun tímabilið. Dúoi. Hvað sagði þú? Litla hraun tímabilið. Vogur síðan. Já. Og Deathly Hallows 1 og 2. Já. Þetta er mest að tuppa múið heim. Ef okkur finnst eitthvað, við erum með svona ranking, hvað ég fyndi, við hlóum og gerðum með head movement. Það er alveg, það er mjög fyndið. Það er alveg 8, 7,5. Það var mjög witty joke og funny. Gott. Got to have your wits about. Got to have your wits about. Have your wits with you. Já, hérna, anyways. Það sem ég var spá er að þú ert bara beatboxa, chilla, podcast, fucking, doing your thing. Og síðan, ég er bara svona spá í þessu, ég er bara að setja í eitthvað svona samhengi sem einstaklingur. Síðan gefið út þetta heimsfræga lag, worldwide, Pitbull style. Pitbull, já. Nei, þessi gefið út B.O.B.A. Hvað er galið Er það þegar ég upplifði það, að þú veist, ég var ekkert að hlusta B.O.B.A. okkur með einstu degi, en þú veist, maður svona kíkti og síðan kíkti maður aftur setna og heyrði bara allt í útvarpinu. Var þetta ekki 0 to 100? Real quick. Þú veist, en orðið real quick. Frægð. Var þetta ekki bara kaboom? 0 to 100 er bara the same. Það er ekkert held ég ennþá. Nei, ég var að kvota Drake-leið. Hann segi það í laginu. Já, kvota Drake-leið. Ég var að hugsa Tupac. Tupac-leið? Ég er glæst. Nei, en það var ekki hann, já? Jú, þetta var svolítið þannig. Já. Þetta gerist mjög fljótt. Þetta var allt mjög skrítið. Já, þetta var. Man náði ekkert að meðtaka þetta, eiginlega. Var ekki weird, þú veist, var þetta þannig að þið voru byrjað að taka gig og eitthvað, þú veist, fyrir þetta? Já, eitthvað sko. Já. Eitthvað lítið. Var þetta fyrsta lagið? Var þetta ekki fyrsta lagið? Svo hvenær kom Sáttur að njóta að lifa? Það kom áður sko. Voruð þið ekki búin að gefa út plötu? Allavega,
Króli eða þú eitthvað búin að gefa út plötu eða saman? Jú, við gáum út fyrstu plötun okkar í febrúar. Svo gerði þið B.O.B.A. ekki? Jú, sumarið. En þar ég líka búin að gefa út sumarið Ég vil það með Chase. Ég man minni mig á þjóðhátíð það ár þegar þeir, þú veist hvað Jón Kristoffer og þeir held ég dragaði þig upp á svið á fucking Nova grill 66 eitthvað 600, 900 fyrir genið betri og það var iconic dragaði þig upp og þú tekur lagið hvernig leiðir það? Ég var ekkert eðlilega stressaður það sást örugglega vel sko já samt svo epic en já, þetta var epic sko hvað varstu gamall? Ég var 16 fuck me maður það JB stæl Paldi, nú ertu 34 fuck, crazy shit nei, það sem ég var að hugsa bara svo crazy eitthvað ef þú ert bara ég veit ekki hvað það var að rukka fyrir gig eða taka eitthvað eitt lítið og bla bla svo þið bara #1 played artist in Iceland og það bara allir mentaskólar eða eitthvað vilja fá okkur á ball og svolítið sitt skilja að vera eitthvað svona verðsitt ykkur það voru með eitthvað svona einhver manager já, við fengum umbúsmann alveg fljótlega eftir B.O.B.A. sko já, ok við gátum ekki meir make sense verðleika okkur og rukka það leiðilegt sko og var weird að vera allt í henni bara wait a minute hold the phone you are Joey P, right? Stop, well, this guy is Joey P og þú varst what, I'm just a beatboxer what's going on? German beatboxer are you sure you want a picture with me? yeah, you're Joey P man, I love it var það þannig eftir B.O.B.A. þá allt í henni varstu bara Mr. Worldwide já, ég var ekkert eðlilega cocky nei, ég var að tala allt í henni varstu bara fegstu mikið svona recognition skilur, varstu alltaf tilhverð dektari skilur já, 100% hvað þetta lag var bara ógeðslega snögt að komast upp í hversu mörg views á 1000 views miljónir hvað svona mikið fyrir íslenskt þetta er með sko crazy shit hver við erum að tala með þetta það voru einhver 44.000 spilanir á Spotify fyrsta sólarhringi sick þetta er líka bara Ísland skilur já, þetta er pure það sem gerir þetta svo crazy fá lítið views samt sprakk þetta bara upp á YouTube þannig fyrst sko já, náttúrulega maðurinn sem gerir vídeo HA?! Þetta er motherfucking 1,8 miljón views HA?! Vissið það ekki? Tæknimæður okkar What?! Fólk er hver þessi tæknimæður? Það leyndamál til dæmis tók hann upp þetta lag guys Pæli, tæknimæður okkar, einu svona tæknimæður í Íslandi sem alltaf með svona eins og Deadmau5 og þú veist þarna Hugo alltaf með svona yfir hausinu Hugo Ash Það er ekki að segja nafn oh fuck Tæknimæður, blípaði út en ég er líka eina podcast þar sem tæknimæðurinn er frægar en podcast allir er að kommenta, einu kommentin eru who is the tæknimæður, hver er tæknimæður fólk má halda sér Martin Scorsese James Cameron Quentin Tarantino maður ekki hugsa það, hann sem er að klippa svona vel edita við ætlum ekki að segja já, má ekki vita hann má ekki vita, nei ok en var ekki svolítið að já, þeir þurfa að klippa tænum margur það hann er búinn á blípun tút hann er hristur eðin vill hann ekki bendla sig við ykkur nei við hefum reyndar aldrei pælt í þannig en það er hérna sorry, nema þú ætlar að segja ég er ekki að segja neitt það sem ég ætla bara fyrst að spá í svona rap-senun á Íslandi þá finnst mér, ég þekki ekki alla rappar Íslands, ég er ekki að segja það en mér finnst þú skerðu svolítið út úr í rap-senun á Íslandi sérstaklega athlete-wise því þú ert semi, þú veist, ég held ég megi segja og sért elite level athlete finnst þið það? Þú tókst 2 æfingar í dag þú liftir og fórst á handknallegs æfingu það er fakt en maður sér ekki oft bara einhver svona fræga rappar á Íslandi allavega sem eru bara fucking crazy shit athletes ég hef oft séð í gyminu þú veist, ég veit ekki, 3 eitthvað það er þú veist, þeir eru world-class, ég fyrir mjög sjaldan í world-class en ég sé ég hrættir world-class að það máli? Já damn, hvað ertu núna? Official statement ég er alltaf hress núna og allt í henni stocks á hress fucking through the roof official statement Æ, bara að vera fyndin official statement, já, það komin núna er stocks á world-class þetta var góð stocks á hress þetta var svona eins og að vera með svona public news tækmaðurinn okkar er núna að fjárfesta hlutabréfum hjá shorta world-class tæknum okkar líka tekur öll launin okkar og fyrir beint í hérna stock market, the stocks og ég fer í cryptocurrencies Ben sagði, setti mitt allt í cryptocurrencies
NFTs Ég fæ borga í bitcoin NFTs, myndir, talandi myndir þú ert líka, ég veit ekki bara eins og segja, maður þekkir ekki allra rappara kannski eru þið fleiri, en þú ert listamaður að því lita, þú málar líka málar listaverk og selur þið líka Pepsi og ef mér langar til að kaupa málverk að þér, hvert nálgast ég Pepsi Stocks hver nálgast ég málverki, hvernig kaup ég það? Ég var að hendin málverkaseríu inn á Apollo Art sem svona stafræn myndlistar sölu síða þannig að já, ég hendi þín bara fyrir viku eða eitthvað þannig að ég geti tjekka því, það linkur í bio á Instagram. Sick, love it. Hvernig að vera living a double life? Triple life Pro athlete og music og mála music og mála basically þessi listamaður sem þú ert, mikill listamaður mikla pælingar í gangi og svo ertu að juggla þessu líka handboltalífstíl sem bara, þú veist, það er full-time gig þetta bæði svona full-time gig, full-time lífstílar og þú ert að juggla þessu saman hvernig ferðu að því? Það svo góð spurning sko. Stundum, ég skil það ekki sjálfur stundum sko. Það er svo mikil skuldbinding í handboltanum sko, og íþróttinum, það er náttúrulega bara að hugsa líkamann og fara snemma að sofa og eitthvað svona þannig borða vel og eitthvað þannig já, þannig að þetta er svo mikið fulltime bæði sko, þannig að ég tek svona tímabil í stundum ég bara all in í handboltanum og minna í listinni og stundum ég all in í listinni og þá minna í handboltanum ég fer svo mikið öfgara en ég þarf að ná að halda einhverju balans til þess að ná þessu sko. Ég hef nefnilega haldið að, þú veist, rappara lífstílinn væri svona vaka fram eftir nóttu in the studio style að þú veist, onto something þá ættu bara að halda þér í einhverju flæði og eitthvað en það er kannski bara þegar handbolta season er ekki í gangi Nei, ég kannski minna farin að vaka bara á nóttunni ég var mjög mikið taka all-nightera með Kidda og eitthvað svona og semja tónlist á nætuna og vaka fram eftir en núna bara, það er líka bara ekkit næs, almennt séð eins og Aron kannski kom með til okkur já, hann var með komið sér búin að breyta þessu líka hann var líka að snúa svolítið við þetta var orðið svolítið brengla það bara mennin líður bara illa já, nákvæmlega, maður bara snýr við deginum og bara allt í haki sko. svefn er það mikilvægast nákvæmlega það er eitthvað weird, ég hef örfáð sinum vakna klukkan 5 daginn eða 6 skilur kvöldið eitthvað og mér finnst það weird mér leiði ekkert eðlilega skringilega daginn þú veist, kvöldið segðu 17 vakna klukkan 17 eða 18 skilur ég er svona 2-3 svar lendi ég vakna og ég er bara, mér finnst ég sé bara einhvern öðrum heim þú ert í öðrum heim you're living with the night people bókstaflega já, ég hugsa það sé alveg erfitt að juggla svona the full on athlete style og það verður bara vakant að nætuna þú veist, ef ég hefði ekki orðið svona tónlistarmaður eins og ég er í dag þetta gengur svona vel, þá væri ég örugglega miklu meira invested í handboltanum og hefði verið, ég hef hætt svona 3 sinnum Hvað tekur alltaf tilbaka? What's bringing you back? Bara mér svo gaman í handbolta bara, og þessi útrás og náttúrulega bara hreyfing og góð sko. Hjá hvað liðir þetta? Stjörnunni Hvernig gengur ykkur? Við bara þokkalega sko. Er fyrir svona stjarnan í stjörnunni búin að koma eitthvað upp? Já, það er alltaf fyrirsögn eftir hvern einasta leik Stjarnan í stjörnunni slæri gegn eina fæðin enn Ég spila svona 3 mínútur talsins Samtals? Ég með meistaraflokki Ég er í úlingaliði og æfi með meistaraflokki Veitu hvað er þetta gamall? Ég er 21 21 Það er gaman 21 Það er ekki mikið eftir Já, verða 34 Ætlar það svo bara að fara að þjálfa eins og gamli Er stefna bara að fucking go crazy á honum Barcelona, bara, þar keppir þú í handkvæmt Það var það Stundum, Óskar er stundum að það er aldrei orðið svona frægur Allir frægir Óskar sko með einstu degi Að vera meira frægir Nei Aldrei orðið svona frægur og geta bara og þá geta hugsa bara I only got this Þú ert dúmt, þú erið þá bara Guðjón Valur frægur Líka aftur frægur Nei, hann getur eins og Hugo, hann getur bara að spila handbolta með svona klími Já, það var pælingi sko Nei, en það var ein plata sem þú og Króli gáðu út sem var eitthvað svona, mér langar ekki að segja konceptplata eða eitthvað, en það var plata öll lögin heita bara svona tímasetning var það ekki gert yfir eina nóttu? Jú, konceptplata Segjum að það, konceptplata, já Emitt Það er crazy shit, mjög góð lög, já Af hverju gerir það ekki bara alltaf?
Fucking basic. Að því hann núna athlete, hann erfir í handknallisæðingu og hvað hann að gera það klukkan 1, hann drefast, þú erum þreyttur. Hann ógst að þreyttur. Rappa hérna. Þetta var svolítið one time thing sko, þessi plata held ég. En mér fannst alveg bara að það eru svona 2-3 lög sem ég er búinn að bóma playlist og hlusta mjög ofta á sko. En ég man ekkert hvað heita, það heita bara 0317 Já, þetta flókið að munna þetta sko. Og var þetta bara, ok, við ætlum núna, þetta koncept okkar að búið til plötinn á 24 tímum. Var það konceptið? Nei, þetta bara gerist sko. Sick! Það er alveg. Er þetta ekki að þið farið í svona flæði, bara allt í nýrið bara eitthvað með þetta, bara komin í eitthvað svona... Bara ekki þreyttir, með nóga koffíni, bara auka halda fram bara. Og næsta lag. Og þetta eru grunnar sem voru komið frá mér skilur, þannig að þeir voru ekkert endilega til nóttina, þeir voru kannski gerði á viku áður eða eitthvað. Og svo bara svona hitta bara beatbox kláruðu bara lagið. Já, hitta bara beatbox sem var tilbúið. Ég vil sjá nýja konceptplötu, klukkutími, heil plata. Já, og gera það. Damn, awesome flame. Allt a cappella. Það er mjög erfitt. Grís. Já, ég skoða það. Já, skoða fyrir mig. Er nýja platan allt a cappella eða? Já. Nice. Og beatbox. Það fá hún beatbox er náttúrulega, sko a cappella og beatbox er mér svipa. Það er rétt. Jó, pælir í. Eða hóðu að horta á hérna Glee eða hérna hvað þetta þú með Pitch Perfect. Það er náttúrulega einn gæði bara bá, 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 bá down, 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 bam, bam, bam. Já, nokkulega. Just a small town boy. En hérna þannig að basically það sem ég reyna að segja er að beatboxi sem er mjög lítið a cappella. Já, nokkulega. Ég er samanlega. Við erum alveg samanlega. Timbaland er basically a cappella masterclass. Takk fyrir að koma, Jói. Beatbox er geðveikt svipað á a cappella. Ég er einmitt að fara núna. Það klára plötuna á klukktíma. Dóri, varst þú með einhvern lið? I'm a crazy ass lið. Ok, ég er búinn að heyra mjög mikið að þú sitt gríðlega rapphaus. Er þetta satt? Býtu, boom-bap-haus. Boom-bap-haus. Hvað segirðu? Ég boom-bap-haus. Ég er boom-bap-haus. Ég er boom-bap-haus. Ég hef sagt, ég hef sungið þetta, ég er boom-bap. En ég hef aldrei fyrir það. Ég er boom-bap. Ég hef aldrei vita hvað þetta segja. Nei, ég veit. Þetta er ekkert eða catchy. Boom-bap. Ég er boom-bap. Haus. Ég er boom-bap-haus. Talandi svona skemmtilega línur. Hvað er með það? Þá ætla ég núna að leggja fyrir þig. Sýn ykkur kókain, tekur pókain. Ætla ég að segja þér línu úr lagi einu góða rapplagi nokkrum rapplegum og þú ætlar að segja mér Flytjendan. Ok, til það. Fuck, en byrju bara hann. Ef að hann er því ekki, þá mátt þú spreita þig. Fucking, ok. Við erum komin í... Við ætlum að byrja því að taka nokkur beautiful lyrics that go down in the Hall of Fame as one of the best lyrics, best bars of all time. Og þetta er sko mitt persónlega, nei, ég veit ekki það rap, það er svona smá. Ég þurfti að googla þetta. Top 50 best bars of all time. By Rolling Stones? Já, þetta er by Rolling Stones. The magazine, cool. Nei, herru, byrjum á fyrsta. Real G's move in silence like lasagna. Ég veit. Hvað segja? Þetta veit allir Real G's. Real G's. Ég hef sagt þetta við bara dagar. Real G's move in time like lasagna. Nei, Real G's move in silent like lasagna. Ég er ekki Real G, ég veit þetta ekki. Þetta er okkar maður Lil Wayne í 6 foot 7 foot læginu. Pæli í þessa línu. Þú veist, lasagna, þú heyrir ekki geð. Lasagna. En það er G í lasagna. Lasagna. Real G's moving. Og þú veist, segjum bara, þú veist, bro, þetta er sturlu lína. Þetta var einhvern tíma við mig. Hvað er einhvern tíma, hvað er einhvern post story? Þú veist, erstu ekki að æfa? Ég segi, bro, Real G's move in silence like lasagna. Ég fór að gráta. Hann fór að gráta? Fældi tár. Það væri hellað. Næst, þú verður búin að edita klippinu inn, hann getum heyrt akkurat bitið sem er þannig. Já. Það væri mikil metnaður í mér. Ég get alveg gert eitthvað að sitja en því er meir tíma. En shut up. Næsti. Foreigner. Í hverju var þetta? Næsta. Hörru, koma. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat. Wonder why Christmas missed us.
Birthdays. What's the worst days? Biggie. Þetta Biggie. Ég hefði náð þessi líka, Biggie. Já. Birthdays were the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Ey. Nákvæmlega, góður. Good job. Respect boys. Respect. Ok, næsta. Okay. Hvað er þetta margar spurningar? Er þetta 50? Ég gerði mjög mikið, við ætlum ekki að taka allt. Og við erum nefnilega núna að taka best og svo ætlum við ætlum eftir í Worst rap lyrics of all time. Worst! Ég verð hér með þér. Það er ekki hana. Það er einhver stað. Það er einhver stað. Það er little Ít bara eitthvað. Þessi er góð. Drake Og svo klippa hann Ég held þessi er alltaf uppáhalds. Þessi? Já, ég fíla hann sko. Já, og leiði svo að ræta, það verður svo fucking insane. Þetta er eitthvað, fólk þetta er mínúta. insane. Fólk er bara að njóta. Já. Bara virkilega að hlæja. Ætla allir séu dánir sem eru í þessu soundtracki. Mér finnst þetta gaman, ég spildi oft rétt á henni fyrir partí. Shit, fáum við smá þögn í salina. Rétt á henni fyrir partí, skilur. Þá setjum ég bílnum í gang. Hey! Pældi að vera svona fyndið. Pældi hvað er ekki það. Þetta er basically svona live hljóð af fólki sem er hlusta á sterakasti núna. Já, ef við myndum blanda þetta saman. Þetta er live. What the fuck? Þetta er fólki fyrir utan. Þetta er fólki fyrir utan að hlusta. Já, við ættum að bjóða upp á það. Þið meginn standa fyrir gluggan í snjónum að hlusta. Er þið búnir? Fyrir ekki. Við? Er þið með lið? Gekkja spennandi lið? Lið? Ég held bara með stjörnunni. Takk. Respect. Ég er ready. Næsta. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? Ég reyna ekki að Jú, ég veit hvernig þú ert að lesa þetta eins og. Jú, ég kom með það. Ekki þú segja. Hvernig þú ert ekki rap god, sko. Ég er týprið. Eins og það. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? Kemur ekki eitthvað meira? Jú, eitthvað meira. Nei, þetta er alltaf þetta. Það er búið þið, við getum tekið aðeins meira. Það kemur would you trust it? Ég er ekki með net. Þið meður, það var ekki meira. Damn, ok. Já, bara gleyma Er þetta Kendrick Lamar? Þetta er Kendrick Lamar. Er þetta ekki svona If I told you you trust it? Hann syngur svo mikið hann. Þetta er Poetic Justice lag. Já. Þá veist að vera voga og lína. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? Svolítið djúft. Þú ert smá skeri, sitja svona og segja þetta svona. Já, þetta er smá joker feelingur, sko. Já, þetta er líka hann, þú veist, ég heyrði þetta bara á helvitis, hann er alltaf með einhver svona If I told you. Já. Ég heyrði þetta bara á svona því sem hún sagðir. Anyways, minnum mig. Næsta. Okay. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kind of odd. Ice Cube. Ice Cube, baby. Ice Cube. No. Barking from the dogs. I love it. Could you love me in a Bentley? Could you love me on a bus? Ooh. Well, that's 21 questions and they're all about us. Crowley. Já, Crowley. Mate, 50 Cent. 50 Cent. Okay, that's it. Did you know that 50 Cent is actually named 50 Cent because he had 50 cents in his pocket and was shot and hit his 50 cents? Nei. You. Það var á skotnin þegar hann með bara 50 cents. You're right in the 50 Cent. Nei. Jú, víst. Fakt. Það er lígi. Nei. Ég held ég hef heyrt það, sko. Já. Hafið séð 50 Cent taka þátt í Hunger Games. Og hann lappar Hunger Games. Sorry. Squirt Games. Squid Games. Squid Game. Þú eru ekki séð Squid Game? Jú. Við spyrjum alla í og hann hreyfist og skýtur hann heldur áfram og skýtur hann þetta er fyrst þegar hann fyrir að skjóta hann og svo bara skjóta hann 15 sinnum eitthvað gæri leikit og hann alltaf og svo bara beilar að skjóta hann lappar og klart. Það er komið nýr rappari sem hendur sama nema hann heitir $8,000 þegar hann með svo fucking mikið klingum Þetta er mjög lélegt. Þetta heyri skráti hjá þér í one of the worst jokes á þessu podcasti og ég hef sagt slæma brandara. Hann var skotið mjög oft og hann heit $8,000. Já, mér finnst það gott. Þetta verður þetta með hinga til, sko. Ég held að þú skiljið hvað það er mikið að klingi. Ég held að þú skiljið hvað það er mikið klingi. Nei. Núna eru tveir búin að segja þetta og þó við séum mjög líkir, það eru samt tveir mismunandi manneskjur. Þetta fólk að hlæja af þér, ekki með þér. Fólk er dáið, Benedikt.
Varstu að horfa á hérna hugmyndabortið okkar? Erum við að fara að ræða þetta? Nei, þetta er gaman. Sorry, námi stróka út, permanent penny. Við hefum hent alls konar kjaftaðan upp á og við föttum að við erum ekki þar einu sem nota herbyggi og það hafa verið, þú veist. Það var í podcasti gauðir sem lásu þetta upp. Bara af hverju stendur þetta og þetta og þetta á töflunni. Það stendur á töflunni núna, þetta er einhvern tímann, ég man ekki hvernig tölum þetta. Það stendur getnavarnir, sóttvarnir, spurningamerki, almenningsvarnir, meindómsvarnir, sveindómsvarnir. Meindýravarnir við erum bara, þú veist, all femina það sem Bödd segir alltaf. Akkur er bara að ræða varnir? Þetta var einhver spunni hérna hjá okkur. Protection er líka bara key. Það var svona, við ætlum í þessum þátti ætlum að spila vörn. Þú kannast vörn. Vörn og svo einu sók. Það er þessu handbolta. Já. Erum við núna í sók? Við erum í sók. Við erum alltaf í sók. Herru, við erum svolítið erfitt að lesa þessu svona alvarlegu rap rhymes. Þannig við ætlum að fara yfir í worst of all time. Ok. Þetta ekki verið erfitt þá? Jú, þetta verið erfitt, en þetta er comedy. Comedy. Þannig you must... Ok. I'ma go hard like a motherfucking boner. Já, þetta er Króli. Nei. Jú. Nei. I'ma go hard like a motherfucking boner. Já, hann gerði þetta á íslensku. Já. Ég kom hard eins og... Stampína. Hæ? Stampína? Eins og holdris. Ég er grjótharður alveg eins og Stampína. Það er rétt þér. Já, það er þannig boss, já. En þessi bar Þetta er bara það gott bar, ég þurfti að hafa hana. Þið þekkja hann vel. Hann er ekki frægur fyrir einhver svaga bars, þessi gæi. Hann er samt svona semi-rappari. Hann hefur verið hérna stjórnað svona hann hefur verið í The Voice. Hann verið í The Voice. What? Voice Ísland. Voice Ísland? Nei. Verið The Voice? Býtu Voice? Simon Cowell. Nei, þetta er will.i.am. Já. will.i.am. I'm gonna go hard like a motherfucking boner. Það er mjög gott. Veit ekki svona hvernig hann myndi segja þetta. I go hard like a fucking boner. Why beat around the bush, skilur? Röglega mjög cool, hvernig hann sagði þetta. Já, nei, ég er að elska þetta. Ok, næsta, worst rap lyrics of all time. Love is evil, spell it backwards, I'll show ya. Ég veit hvað er. Love is evil, spell it backwards, það er ekki evil, live. Jú, evil. Love is backwards. Love backwards er evil. Vaff og öll. Evil. Evil, þú skrifur ekki evil þannig. Nei, ég veit það. Nei, það er eins af lesta. Það hljómar þannig. Nei, eins af lesta. Ok, Böddi veit það, hver er einu rappari sem Böddi listur á? 2 Chainz! Nei. Eminem, samt það er rétt. rétt. Það er ekki fætt, ég listi bara Eminem. hæ? Nei, það er ekki fætt. Það var smálitrið. Það er rétt. Það er ekki fætt, ég listi Eminem, þetta er ekki 2 Chainz. Þetta var mjög ávart, en þetta var lélegt að því að... Er þetta ekki lilla lína það? Jú, þegar hann segir þetta, þá ég er ekkert að... Love is evil, spell it backwards to show ya. Þetta er líka, er love evil bara því að aftur á bak er það evil? Nei, það er ekki hann. Jú, það er hann. En, ok, ef þetta er the logic sem hann er með, hvað með my dog? Er hann gott? Hann er shitting on my carpet sometimes. That's God, baby. Það er God mode. Is that God doing? That's God. Just saying, Eminem. Your logic's wrong. Þau eru ekki spurt logic, það er Vá, damn, ég mann fucking 9 ára, ég heyra þetta eitthvað 13 ára. Þetta var dýp þá. Fuck, shit. My brain hurts. Fór heim, shit. Mamma, pappi, ætli lagi? Nei, það er ekki ætli lagi. Down bad. Næsta. Ok, næsta. Swagger tighter than a yeast infection. Fly, go hard like a geese erection. Ég er ekki þegar, þú veist, ég er ekki bara að vita þetta. Þetta var geðveikt. Þetta var geðveikt, einsnæðan. Og ég vil fá Swagger tighter than a yeast infection. Fly, go hard like a geese erection. Nei, að prófa að rappa þetta. Varst það reyna? Ég veit ekki alveg hvernig Swagger tighter than a yeast infection. Fly, go hard like a geese erection. Let's go. Þú gerir þetta svona hérna frá. Okay. Geese erection er ekki dæla gott. Geese erection er gott. Þetta er okkar maður Lil Wayne. Hann er king of bad shit, sko. Sorry, en Lil Wayne að spila gítar var ekki með lasagna línuna, var það góð? Það var góð línan. Já, hann er á báðum listum. Hann er á báðum listum. Mér finnst það bestu rapparnir, þeir eiga að vera á báðum listum. Nákvæmlega. Þú veist, Michael Jordan missed 10,000 shots.
Benzi að feila 9.000 sinnum Michael Jordan failed 10,000 shots I was rapping, are you gonna make it on the good list or the bad list? You're gonna get a coal in your shoe or a potato. Kannski, já, hérna hvað ætla ég að segja eftir? Já, shut up. Lil Wayne að spila gítar, sáðu það? Það iconic. Nei, ekki segja. Lil Wayne alltaf bara gerir rockflötu. Crazy, gerðan það? Fuck the world, hún heit Fuck the world, minnum við. What the fuck, það var fucking crazy. Það var crazy. Hann var live á einhver tónleikum og það var bara eins og væri bara að fá flóakast bara eitthvað að spila gítar. Hann mikið svona late bloomer, hann líka tók alltaf inn upp skateboarding. Late bloomer. Hann tók upp skateboarding. Tók líka það upp að fíla Trump. Besta hérna viðtilega heimi, það við séð þegar hann hérna Það er ekki viðtal. Nei, þetta er ekki viðtal. Þetta heitir hérna. Nei, ég er að tala þegar hann er bara svona er að hearing. Það er bara svona, það er verið að kæra hann fyrir einhvað og einhver lögfræðingur hann fannst byssa í bílum hans eitthvað og hann lenti í huge vesinu fyrir það. Ég ætla hann bara fyrir jailið og það er einhver lögfræðingur á mótunum sem er að spyrja hann bara svona ógeðslega heimska spurningar sem að það bara fá já frá, þú veist. Og það er bara eitthvað, gerðist einhvað áhugavert þessi hennadansinningu? Lil Wayne bara, þú veist, er bara að having a laugh. Þú veist, hann er ógeðslega pirraður að svara honum, ekki svara honum og hann bara, ég mæli með, ég veit ekki hvað er Google að finna það. Sem ég googlaði sko, hann hendur í hennar góða línu eitthvað svona. Google þetta er hérna. Ég er ekki minnit. Nei, ég er að tala bara fyrir the viewers. Já, segja viewers að googla. Ég nenni ekki að sína fólki. Við erum ekki putting in the effort, they gotta put in the effort. Lil Wayne. Court hearing eða eitthvað. Ok, næsta. Never let me slip, because if I slip, then I'm slipping. Sorry, mér finnst það góða línur. Never let me slip, because if I slip, then I'm slipping. Er þetta góð lína? Þetta er versta lína sem ég held að lína mitt. Jú, hvað segir þú? Þið veitir ekkert. Þetta er góð lína. Let's have the expert. Góð lína, ekki góð lína. Thumbs up, thumbs down. Við þurfum að segja, gerðu svona, fólk á YouTube sé bara gerðu svona eða svona. Jú, við viljum fá meira interaction á YouTube. Við erum að fá views á YouTube til að advertisa og fá pinn. Við viljum fá meira views á þetta myndband heldur en bomba. Já, það er markmiðið. Nei, þetta er geggjur lína. Ok, ég þarf að fara niður og lista. Þetta er snilt sko, já, fara það upp. Nei, ég veit ekkert hver sagði þetta. Þetta er Dr. Dre. Hitler sagði þetta. Hitler sagði þetta. Og þið fannst það góð lína. Já, það var flott. Þetta hefur verið genius að gera þetta. Dóri setja inn hérna eitthvað ræðina. Já, hérna eitthvað á því sko. Kottu með eitthvað. Eitthvað, já. Sko. Juice, hvað er ég með juice? Juice. Jewelry. Give me a glass of juice. Jewelry. Ég vildi koma það með landra. Check out list of juice. Hvað með geðum smá. Kom með. Juice. Ég minnst það að segja ok. This is a gold. Almost drowned in a pussy, so I swam to her butt. Ha! Almost drowned in a pussy, so I swam to her butt. Þessi rapparar. Þessi rapparar. Hvað eru þeir að gera? Þetta er Huginn. Þetta er líkt honum. Þetta er típist Huginn. Þetta er King Lil Wayne. Aftur? Hann er the goat of bad rhymes. Já, maður hefði gísk, maður gísk alltaf Lil Wayne. Ég elskar Lil Wayne. Wayne ekki að gæra. She got a big booty, so I call her a cutie. Big booty. Já. Þú veit þetta? Já, She got a big booty, so I call her big booty. Make sense. Það er logic. Make sense. Er þetta logic? Ég hef heyrt þetta 1000 sinnum. Þú veist 1000 sinnum. Er þetta logic? She got a big booty. So I call her big booty. Þetta er eitthvað svona. Í hverju var þetta þér? Birthday song með 2 Chainz. Já. Þetta var 2 Chainz. Já. Það er alltaf gott moment að fá 2 Chainz til að lappin herbyggja og segja 2 Chainz. Það er alltaf hægt. Það er alltaf gott. Jú, það er alltaf comedy. Amma er dáinn. Hann lappar inn 2 Chainz. Já, hann sjálfur. Já, hann sjálfur. Ég ætla að meina að þú sjálfur sem manneskja bara whenever getur alltaf sagt 2 Chainz. Já, betur hann segja það. Já. Nei. Ok, næsta. Let's go. I let you feel like the shit, but boy, you can't out-fart me. Oh my god, hvað fucking Þetta er very verified artist sem er praised for his great rhymes. Great lyricism. Er það þá fucking J. Cole eða eitthvað? Það er rétt, J. Cole. Jálfur? Já. Nice. Ég er bara feeding off that same brain energy, sko. He's good. Eru 28 línur eftir það? Nei, það er eina eftir. Okay.
Swag, bruh. Lilla búinn. Bruh. Það var eins og þetta hljóði smá fyrir emphasis á bruh. Swag, bruh. Ég ekki búinn að segja þetta. Prófa að rappa þetta. Þú verður að segja fyrir byrjun. Swag. Þannig að það verður eins og rock. Þegar þú rappar þetta. Swag, bruh. Brang, dang, your girlfriend. Ha. Swag. Byrju. Swag, bruh. Brang, dang, your girlfriend. Brang, dang. Já, makes sense. Þetta kannski Dwayne Johnson? Nei, það væri Dua Lipa, þetta er Dua Lipa. Þetta Lil B. Lil B? Ég veit ekki hvað það er. Hörru, En takk fyrir mig. þetta var gott, þetta er skemmtilegt. Ég naut Náðu mjög þetta mikið. 2 eða eitthvað. Það er Af Ég hendi 20. samt í 3 og laugh my ass off. Ég þarf að fara að leita my ass á eftir. Herri, ein pæling núna. The life of a 3 manneskja sem þú ert. Já. Hvernig er a daily life of Jói P? Sagður daily life eða dating life? Wow. Dating life er skemmtilegt, tökum það. Dating life. Dating life? Single spurning? Ertu single? Já, ég er single. Single. Ertu ready to mingle? Já. Ok. Ég fokkaði þessu svo alvarlega upp maður. Ok. Nei, eftir single er þetta á hlátuskallan. Ég held ég hennan. Nei. Jú, munið eftir þessu. Þetta er fyrst sem ég sett inn í. Þetta er fyrir introið. I'm feeling horny. Ok, single. Og þú veit ekki hvað það setur í. Hann segir allan tíman I'm feeling horny. Það breytir aldrei. I'm feeling horny. I'm feeling horny. Það er gott. Það var meira trend en áður að, þú veist, eitthvað svona hlustendofun hit horny gang, sko. Það er það OGs. Fit and healthy. Já, þið voru alltaf með horny gang. Já, ef maður missir all libido. Er það búið núna? Það er bara ekki jafn, við erum ekki að pusha jafn mikið. Það Það festist svo alvöru fast, sko. Það er svolítið horny í þættir en það hjá okkur. Já. Vil ég meina. En ég fekk alveg smá, ég er ekki ennþá komið að leiða að fólk öskri aumingi. En ég fekk leiða bara, ég er í horny gang. Ég heyrði aftur daginn. Fucking aumingi. Maður er smá. Já, emphasis on the aumingi weird. Hver segja það? Við báðum í 2 þáttum eða Við? Ég. Já, þú? Báðu það? Böttu sagði að allir real fans eða þeirri sjá okkur kalla á eftir okkur aumingi. Það var gaman. Þetta er reynda að dálítið fyndið, sko. Þetta er mjög gott fan interaction. Fan love. Við erum að spreita í það. En segja fólk fan love. Var það ekki hérna? Þetta er erfitt fyrir fans að segja þetta. Já, sko. Það er erfitt. Ég sé fólk svona. Já. Aumingi. Ég segi það, já, ég myndi sömur svona. Ég sá gæði að horfa með og segja fucking aumingi. Og ég var bara, ég hló og segja fuck, þetta venst aldrei. Ég er nefnilega, þetta venst ekki. Ég reyndi að opna einhverju hurð inn í klefa og gæti ekki opna hana. Svo heyri ég bara fucking aumingi í svona talanda og ég var bara what the fucking shit. Snýrum við og þá var Sibin svona og þá var ég, sterakasti eitthvað. Gróft að bæta við fucking, sko. Áherslu. Fólk er núna að fara að gera það út af því að Buddy myndist á það. Já, finnast að shit í heimi samt. Það er einn shitfaced gæi kom að mér að Bankastæði club, best club in the world. Facts. Get ekki beðið eftir hann áttur. Allavega, það kom gæi að mér shitfaced. Þú ert, og ég var bara, what the hell, að stærri en ég. Þú ert fáviti. Og ég var, hvað er að fara að gera það? What is going down? Er fight að Bankastæði club? Er ég að fara að defend my life? Er ég að fara að summona Benzodora? Það gerst ekkert. Hann bara, nei. Ég meina aumingi. Já, allir fyrir. Það er svo hættulegt. Þú veist næstu búin að kýla. Hættulegu leikur. Ég kom. Hvað sagðirðu? Ég er ekki fáviti. Ég meina aumingi. Húf. Shit. Þú veist ekki tilbúin 5-inch death punch. Já, ég tók hérna. Og tók sérna. Setti hendinu með hann. Mér að þú setur hendina sko alveg upp í brjóskassan svona. Og svo er trixið að koma. Já. Shockwave through the body. Shit. Augun skjóðast út. Frændi Benzodora dósuna. Í alvöru. Umrætt. Hérna, ég leiðir ekki einn að svara. Við bara hrifsuðum orðið að þér. Hvernig er the daily life? Daily life. Dating life. Þú ert single. Já, dating life. Dating life. Við erum ekki, ég fæ mig seriós. Grænda. Já, Ég myndi horfa á YouTube með bara vlog. Daily life of European. Já, það er verið skemmtilegt. I wake up in beast mode 5:30. I go and get my breakfast in. I do a couple of rap songs. Þannig stúdíónu. Ekki eiginlega, þetta er bókslega dagannars. Við erum að segja svo, þú spoila. 6:15 I have another breakfast. And I go to practice number 2.
Og ég svarar fyrir þig. Endilega, please. Nei, en hvernig, að því maður rýndi sér, þú veist bara, ok, dagur í dag. Ok, það bara að búið til lag, mála, fara í skólan, fara handboltaæfingu, lyftikæfingu. Fuck, þú ert í skóla líka, gleymist. Já. Og vinnu, ég er í vinnu líka. Komið vinnu. Það er einhverja smá áhugavert, þú ert með þetta hálsmenn sem er alveg svo Hermione hálsmennið. Spóla svona aftur í tíma, þannig getum við nokkuð stegið með henni. Oh my god. Ok, hann er búið. Harry Potter brandara grín heitir búið í dag. Þú mátt einn reference per þátt. Eru þið að horfa á Harry Potter jólin? Já. Já, ég er að pæli að gera það sko. Ég er komin á 4. Það er svo gaman að horfa á þetta jólin sko. Ég var að byrja. Það er alltaf svona jólabitt í Harry Potter. Já, það er svolítið gaman. Ógeðslega fyndið að að við bara erum búin að skauta yfir þess að daily life dæmi. Bætti að útskýri daily life svona 15 sinnum. Dæmi hvernig það mætti útskýra það. Ég er bara stressaður. Já, og við bara viljum að skauta yfir það. Þetta verður að vera bang on. Já, þetta verður gott svar. Þetta verður að vera gott! Góðu dagur. Já, þetta verður að fá góða dag. Chillaði fyrir stúið. Nei, Damn, maður er rappar að segja stúið. Já. Það er stúdíóið sem sagt. Já, ég er reyndar stúdíó bara heima núna. Já, það er alltaf stúdíóið. Það er sem stúið því. Ég held að þú veist, oft er maður bara fucking busy. Maður er kannski rappari, tónlist, handbolti, lifta, skóli. Maður hefur ekki tíma til að segja stúdíó. Já, ég er nákvæmlega. Ég er frá stúið. Tímið peningur. Já. Spara orðin. Já. Ég er mjög góður í því. Og hvernig er one day in Jói P.S. life? Hvernig one life? Útskýrið. Nennar útskýra aðeins betur. Já, hvað er það? Hverju ég á að svara? Hefðbundið, vaknaru, ferð í skólan. Hann er að fokk í þér. Nei, halda frá. Ok, eitt í mér spá. Hann er að halda frá trolliður. Morgunæðingar, spurningamerki. Já, stundum. Hvað svo oft? 3 viku? Borðar brokkoli? Brokkoli spurningamerki? Stundum. Já, stundum. Ég vaknaði eitthvað kl. 6 daginn. Damn, segðu frá þeim degi. Ég ætla að segja frá þeim degi, það er rétt. Út að ég fór að sofa kl. 10 og það var svo þreyttur kvöldið áður. Búm. Og vaknaði síðan bara eldhress kl. 6. Búm. En fyrst kl. 6, skrifa það niður. Hæ? Eldhress kl. 6. Rapline. Þetta er lína. Eldhress kl. 6, það er með keks. Ég er enda með fyrir eitthvað svipað línu. Ég hef reynda alveg fengið að ég gæti verið rap god. Fólk hefur sagt það. Það hefur einhver sagt það með mig. Það er alveg þrisar eitthvað sem rappari er inn í podcastinu og skrifar allt í henni. Það sem Bensi segir. Ég er búinn að stila nokkrum sko. Já, þú tekur alltaf upp síman í notes. Já, alltaf fram. Góð lína. Alltaf að hlusta á þættin okkar, stila línum okkar. God damn it. Nei, en segðu frá þeim degi. Já, ég gerði Wim Hof öndun. Ætti því? Já, stundum. Ég finn mun eftir svona öndunaræfingar í svona 10 sekundur eftir á. En ég held þessi smá placebo því þetta er bara fucking óþægilegt og ég er bara að kapna. Finnst þér óþægilegt? Já, þetta getur alltaf svona. Já. Hver er þín reynsla af Wim Hof, Dóttir? Ég fann þetta á YouTube fyrir svona 2 árum. Og ég fór sko á svona í svona engatíma á Andra. Anda með Andra. Það var ekki snilt sko. En ég gerði það bara stundum, bara svona þægilegt. En já, þennan dag þá fór ég í ræktina síðan, snemma. Hvernig æfir Jói P. í gym? Þetta var bara svona bara powerlifting style, eða bodybuilder? Party pump bara, yfirleitt. Ég var alltaf. Já, það ég með síðan, það eru styrtaræfingar í handboltanum, þannig að ég gera eitthvað svona æfingar sem ég myndi ekki gera í sjálfur. Party pump, ég fíla það. Ég tek bara party pump sjálfur. Og já, síðan fór ég í skólan í 1 tíma, núna komið jólafrí reyndar. Síðan bara handboltaæfing eða á hverjum degi og kannski gera tónlist á hverjum degi, eitthvað. Nice. Tjekka það alltaf. Skólinn er alltaf svolítið tónlist, ertu ekki að ná að vinna í verkefni þínum? Ertu ekki að ná að vinna í tónlistinni þinni í skólanum? Já. Ég er alveg með svona, við erum allir með einkakennara og við erum bara eitthvað að fara yfir það sem við erum að gera sjálf og skemmtilegt. Er ekkert intimidating fyrir einhverja bekkjafélagina? Þú mættur pretty much svona acclaimed artist, accomplished artist á Íslandi, skilur? Ég veit ekki. Þau eru reyndar ógeðslega góð líka, sko. Þau eru bara gett sveitt og hvað ég tala við. Þurfum að fá þau í podcasti. Já, gerið það. Þau öll. Já. Sitja saman. Þau öll 9 í einum þætti. Öll með, og þau fá bara 1 meg. Nei, þetta eru easy 11 þætti bara fyrir okkur. Fokkin þægilegt. Hver veit, Þú ert að spyrja það í daginn sinn. Og hvernig leið þið þegar hann labbaði fyrst inn?
leitlega ég var ekki að grínast Þessi fókunga Það er einhvern í nefnilega, það veit ekki margir en ég ætla er einhvern að gefna þú veist einhver fær bestu einhvern hann fær 10 og það er miðað við Spotify streams og svo er bara þeim minna sem þú færð Þú ert ekki með Spotify Fuck you Fallin sem frekar savage Nefnum sem er banging playlist En gleyma því það er svona eitthvað svona bónus Mikið að followa þessa playlistana sínum á playlistan Þá fær hann líka huge stig Huge stig, stórt stig fyrir þig félagi að því ætla við að fá Það þér er þannig, já, ég er eitthvað ég veit hvað ég segja Það veit hvað hann segja Hann er alltaf í líka Svona fæ ég huge stig Eru þið ekki með eitthvað playlista? Svona Spotify? Við erum með huge playlist Allir með leini Jú, við erum með leini Þeir eru með leini Það sko Það var allir heyrta Pældi þú er með leini plötu Já, pældi því Það væri nett Hann er semi með leini Það væri nett Nei, hann gefur hann síðan út Hefur þú einhvað pælt í NFTs? Já Tengt tónlist Og listinni sinni Tónlist? Og tengt tónlist Það virkar það með tónlist líka? Já, why not? Þá skil ég ekki NFTs Hvað með Bara eiga á listan hlutin á netinu Fyrst nýverið fann að pæli því sko Mér finnst það mjög áhverð stemmi Já Þú veist, það áttu bara Þú veist, þína einn tónlist Og Þú veist, þú setur alltaf dótið á Spotify Þá er svona eins og einhver millalið sem ég eigi það og þú fær bara eitthvað 10% dagi segjum það Þannig að pælt í því ef að segja eins og svo það sem að gerir, þú veist, svona blockchain dæmi allt cool að það væri bara til Spotify nema að væri bara þú veist bara marketplace hægt að kaupa tónlist eitthvað já, meira bara svona í staðin fyrir að sé einn millilegur það væri bara meira bara staðar sem að artistanir setja bara allt sjálfur og þú hlustar þá beint í gegnum það en í staðin fyrir að Spotify sé millilegurinn og fer þá artisti Spotify við þá er bara artistin beint til okkar það verður alveg cool þannig þarf ekki alltaf millilega Nei Þannig sem notavænt Millilega pælinginu til dæmis með Bitcoin og svona cryptocurrency að við þurfum ekki að banka en við getum bara senda milli Geti verið saman pælingin með hérna tónlist en það ég veit ekki, þetta er bara þetta er ekki komið sko, þannig ég ætla ekki að fara Þetta hefur alveg verið gert sko, ég held að Kings of Leon hafi selt einhverja plötu eða eitthvað Ég kennum svona NFTs Já, byrju Og einhverju fleiri artistar sko Ok, snakk Það var einhver rappari sem seldi líka bara á 0-1 bara eitthvað plötu á bara 58 sekundum og bara eitthvað the fastest to hit eitthvað platinum bara því hann seldi á NFTs plötunar Já, ég held að það sé mjög snutt og þetta er líka verið að fara að stakka eitthvað svona NFTs list sko Eigi þetta bara eitthvað inn í einhverjum harðum disk Einhver Jópi, sorry Já, ekki mál Hver heldur þú á Hugo sé? Sorry, veistu það? Hann bendur á tæknimarinn okkar Nei, tæknimarinn okkar Fuck, ég er glæst, hann bílum maður út Það er tæknimarinn okkar Það er huge fucking fact Hann er Hugo Það er ekki eðla Hugo lefur Já Hann er þetta bókstaflega með Hugo grímin á sig Veit ég hvernig fatt það ekki fyrir En hvenær má búast við þessari kannski bara þú hefur ekki alveg hugmynd það Má búast við, já, plötuna okkur spes tíma Næsta ár allavega Næsta ár Janúar, desember Ég veit ekki Ok Örgulega seint á árinu Fólk fréttir það líka Já, sömarið, veit ekki Stay on your toes fólk Má ég spyrja eitt hérna Ef þú gætir, ef þú þyrftir fyrir ekki gætir Ef þú þyrftir að breyta artistana úr Jópi eitthvað annað, hvað myndir þú breyti? Myndir þú taka tákn eins og prins eða hvað myndir þú gera? Stjarn Eitt af málverkunum er nafni Pælt í þessu sko Kannski eitthvað tengt millinafninu mínum sem er Damian Mista cool sko Já, nett En ég veit ekki hvað það væri DJ Damian Damian Það er mjög nett Beatbox Damian Og til þess að kaupa listina hérna þá, hvað sagður, Apollo Art, já .is bara Kiki bio Instagram Kiki bio Instagram eða senda mér eða whatever Svo hérna fyrir skólan, hvaða playlista að followa? Pitbull playlistæðin Hérna ég vil hafa þetta mjög kattalegt hérna úr þáttunum hlinur Voru on eða off með hérna spurninguna? Við erum off Af hverju? Hæ? Ok, Aron Hvað spurninga? Ok, Aron? Nei, hérna þetta er spurning sem við tökum tekið við alla Nei, við getum að byrja að sleppa einu Hvað spurning? Þetta er bara eitthvað fucking stupid spurning Erum við ekki horny gang? Jú, en þurfum við að vera bara Þú bara búin að forget your roots
Þú ert of góður fyrir einhver spurningar. Lost myself in the sauce, sko. Bókstaflega. Ég mjög forvitin. Blöss sponsorinn okkar. Ég 1/3 þessu, þið eru 2/3, þið stjórnum þessu. Ef þú segjum að þannig þá stjórnum við basically allir. Nei, spurði. Já, það hann líka með vóti í þessu. Já, ég að segja það. Teknimaðurinn okkar. Who shall not be named. Who shall not be named. Fyndi skellur fyrir, kannski ekki skellur. Jú, við getum alveg nefnt hann. Nei, það er annað. Þið getið spurt og þá bara slepp ég að svara. Ég verð bara með þögg. Nei, en við getum líka bara ákvæmt núna að beila það. Fyrst að þetta fer svona mikið í taugana þá getur fyrir blíðuna kættir að staða. Nei, ég að segja, ég hlutlaus. Hlutlaus, þið stjórnum þessu. Ertu hlutlaus? Ég er hlutlaus. Þú ert ekki hlutlaus. Ég er búin að segja núna, ég er hlutlaus. Við viljum ekki að segja hlutlaus. Við meðum ekki lengja þetta of mikið, takk ég ákvörðum strákar. Hann kvættir þetta út allt bara. Nei. Heyrðu, við tjekka á Instagramið. Peilum bara upp á nýtt. Greimum þessu bara. Nei, þið tjekka á Instagramið til þess að sjá listinina. Það er mjög áhugavert að kíkja á það. Mér finnst það mjög flott, mjög gaman að kíkja á það. Þegar ég held að veit ekki allir að þú ert í listinni. En bara follow Instagram og þú sé það og þú posta myndum og svona. En það er mjög gaman að skoða þetta. Takk fyrir það. Það er plata á leiðinni. Jöp. Stay tuned. Stay tuned. Takk kærlega fyrir að koma. Takk sem leiðist, takk fyrir Takk fyrir að mæta. Takk. Við erum byrjað að taka aftur upp, við ætlum að bæta þessu við. Ertu með einn tónum að það? Það ekki, erum við ekki bara þar eða? Jú, bæta þessu við. Fuck it! Herri, spurning. Ertu aftur að rúlla, Hlinur? Hann er að rúlla, ok. Þannig þú ert með bitið þegar við erum að samfæra konan annan að... Já, en það heyrist ekki samt í hljóðinu. Það getur verið YouTube eitthvað viljum. Við þurfum að voice over það bara. Spurðum hann spurninguna. Ég spyr hann spurninguna. Herru, sko, hérna er gullna spurningin okkar og það er... Eitthvað sem við verðum að spyrja allir þáttinn, annars hættum við með þáttinn. Já, og þetta einhvað sem er mjög erfitt að beila á að því þetta fer inn á roots, the horny gang roots og þetta er basically ríðaspurning. Tilbúin. Ríða. Þegar svoleiðis stundað og þú mátt bara velja eina stellingu for the rest of your life og þú mátt ekki switcha aftur. Heldur alltaf bara ríða í þeirri stellingu. Þú ert að velja á þessum þremur og það er, nummer 1, doggy style, the classic. Missionary, ennþá meira classic. Hverju ekki lendi í henni? Og nummer 3 er... Ég lendi einu sinni. Voru við búin að ákvæða að það væri reverse cowgirl eða cowgirl? Af því að... Held það bara sagt cowgirl. Ég segi bara cowgirl. Ég held að við vorum búin að ákvæða að segja reverse cowgirl. Nei, við ætlum að segja cowgirl. Það er bara, það er... Þú getur ráðið annarkort, en þú mátt ekki samt vera að flippa. Já, ok. Banna að flippa. Right. Þetta er ekki spurning. Sjáðu. Ég sá Jói búin að skrifa svarið sitt fyrirfram. Ég ætla að segja bókstaflega. Hann var að leita á hann á því. Nótskall með Hversu oft verið spurt, hvernig er svona dagur í lífi Jói P? Hversu oft? Hversu oft verið spurt? Í viðtali. 1000 sinnum. 2 svar eða 3 svar á það. Það var bókstaflega oftar. Bara þessi podcasti. 3 svar. Hversu oft verið spurt? Þessi spurning. Reverse cowgirl or not? Ég hafði fengið spurningu. Nei, það er fyrst skipti. Og hérna... Hann var að springa. Ég, missionary. Missionary. Loverboy. Já, þetta er samt allt positions of love, sko. Já, þetta er fakt. Hvað hérna, viltu einhvað meira hérna... Rökstiði þetta? Mál mitt. Þú þarf þess ekkert. Rökstiði af hverju hina tværu þú vildir ekki velja þér? Ég er bara big fan af Missionary. Það er bara algjör snilt. Big fan, love it. Herru, þá segum við bara nú takk fyrir að koma og spjalla við okkur ungu piltana og við bara við erum eldri en hann. Það er svo fokk erfitt að enda podcast. Það er aðeins þið tveir sem annarkvæmst truflir mig eða hvern annan að bæn sig bara, já, þá þökkum við þið bara kjallaði fyrir komuna. Mér langar að segja þetta með pítsu. Takk fyrir að vera með okkur ungu piltanum. Hvernig á ég ekki að grípa inn í? Hann er yngri en við. Hvað er hann þá? Við erum ungi piltar. Við erum ungi piltar. Hann er baby. Hann er baby. Babypiltur. Hann er baby. Hann er hérna. Við setja bestulega þetta, by the way. Hérna, hefur þið pælt í að gera Chipmunk útgáfa af einhverju plötu sem þú gert? Ég pæli Ég held reglulega. að það myndi vera mjög vinsælt. Er það að grínast? Hvað er það að fucking gera? Já, það er samt til á YouTube, það er eitthvað Chipmunk dæmi, sko. til. Bætt því inn í tækið. Gerum það. Hafið eitthvað dóti? Já. Let's go. Til Chipmunk version og eitthvað svona destroyed bassa dæmi.
Já, Distorted Distorted, já Hérna við talum það hræðilegt samt í Slave Labor sem þessi Chipmunks eru komið gegnum að dæla út content á YouTube Þetta awful sko Rattbundin að þeim endast bara í Þetta bara 1 mánuður per Chipmunk sko Þetta sko, þeir eru sprautuð með svona styrum bara fyrir rattbundin og svo bara endurnýja Chipmunkana Djöfull geta þið sungið maður Djöfull geta þið sungið og alveg eins og manneskja nema með hærri rödd Já, þetta magna og þeir bara heyrðu þetta einu sinni syngi þetta blast þetta út í sér Mambísla Taka Gali hvað ná einn karakter líka eins og artistinn skil ekki samt ég veldi pælt í þessu skil Alvin multi-billionaire multi-platinum skrillionaire multi-platinum skrillionaire það einu orði fyrir hann Þetta er sko Savage það með Alvin Já Chipmunksinn eru slaving away Alvin bara making moolah bókstaflega hann að þykjast pródúsera já ég bjóð til þetta lag ég lit Jóa syngja yfir þetta ég hef þetta eins með Jóa P. og Króla sko Króli is slaving away Jóa P. making all the money það er þetta facts getur ekki að koma það bara já facts only eins og hann lýsir podcasti facts only við heyrðum það hér fyrst takk fyrir að vera með okkur takk sem leiðis takk fyrir mig